Ég náttúrulega tók þátt í því að brjóta hnésskilendar á Morgunblaðinu. Ég tók þátt í að eyðileggja það með Fréttablaðinu og Morgunblaðið ekki náðu sér síðan. Ef þú vilt hækka skattana, kjóstu Sjálfstæðisflokkinn. Ef þú vilt lækka skattana, kjóstu sósíalistana. Þannig vann hægrið. Hægrið hefur aldrei unnið hugmyndabaráttu, hefur bara unnið með ofbeldi. Ertu í rauninni kannski baggi á þá sósíalíska baráttu sem að... Það er ábyggilega hellinga fólki sem heldur þessu fram. En ég hef nú bara bent á eitt að, þú veist, að því að... Hefur þú pælt í þessu? Það er það sem ég er að spyrja. Hannes Hólmsteinn, hvað heldur hann hafi verið í Sovétríkjunum? Hann hefur verið í kommunistaflokknum. Það er bara típurnar sem hafa sogast inn í valið. Það eru bara sömu típurnar og voru í valdaflokknum í Mexíkó eða í Sovétríkjunum. Þetta var hryllilegt samfélag. Húseldar íbúðir, einhverja lúxusíbúðir hérna upp eftir öllu það sem að borgarlínan á að liggja. Selst ekki neitt. Samt er fólk sem að býr í iðnaðarhúsnæði og þetta er bara rugl. Af hverju erum við þarna? Af hverju gerum við þetta ekki bara almennilega? Eins og ég sagði, ég var að klippa... Þetta ekki vinnu líka? Jú, 3 öðrum vinnum. 3 öðrum vinnum? Stuðningsfulltrúi? Stuðningsfulltrúi, neyðarleikaþjálfari og svo er ég að sjá fasteignir líka. Það er reyndar ekki vinna, en ég er samt... Rukka, eins og Trump. Eins og Trump. Banka hjá leigjendum þínum. Og þetta er vinna, eða hvað? Þetta er vinna, en þetta er nú alveg gaman. Þetta er alveg áframar. 2 börn. 2 börn? Já. 2 lítil? 2 lítil. Ég held ég hef bara séð annað. Já, þú hefur bara séð hana. Þú ert ekki nógu duglegur að koma, þú ert ekki heldur nógu duglegur að bjóða mér á samstöðina, ég er mjög sárið við því. Þú kemur ekki með barnið þangað? Nei. En er komið nýtt barn sér satt? Já. En þú 2 lítil börn? 2 lítil börn. Það er rosa. Þetta er partí. Það er gaman. Þetta er gaman. Hvað er mörg börn? Börn eru skemmtileg. Þau eru skemmtileg? Hvað er mörg börn? Fjölskyldur eru skemmtilegar. Kemur alltaf Nýr sem að vera rástökin af. Nú er ég komið með afadreng núna sem ég bara undra mig á. Ég hef aldrei séð aðra eins mildi. Nei. Er ekki skemmtilegra að vera afi heldur en að verða pappi? Nei, það er frábært að vera pappi. Já. Það er gott að vera afi. Já. Ég veit ekki að sumir segja þetta en það var það bara kannski fólk við meiri tíma. Já, skildunar eru öðruvísi Það með skilst, ég get ekki sagt þetta. Það var það hugmyndin að þú getur skilað barninu þegar þú er búin að fá leið. Og þarft líka að skila þig. Já, ég held að ég er nokkur að meina það eitthvað. Ég veit það ekki. Það er gott að hafa börn ef maður getur skilað þeim, ég held ekki. Nei. Þetta er einhverju bröndrum. Það er frábært að vera afi, frábært að vera pabbi. Hvernig ert þú? Mér finnst gaman að börnum, Já. Mér finnst gaman að tala við börn. Finnst gaman að tala við börn? Já. Hvað, ég er búin að vera að tala um það, einkennileg orðaræða gagnvart því að við erum svo ótrúlega spennt fyrir því að fá unga fólki meira að borðinu. Ég er búin að vera að segja það, ég er með úlinga í boxinu og svona. Dóttir mín er 17 ára. Já. Og hringdi, sendi og var á Messenger, 2:30 nótt, má ég hringja? Svo sagði ég, já, hringdu. Svo hringdi hún. Og þá var hún að hafa verið að hlusta á viðtal við Ingu Sæland og var að ráðleggja mér í pólitíkinni. Hvaða viðtal var hún að hlusta á? Hún var að... Það er ekki bara að mér? Gæti verið, Í alvörinni? Það fór úr flug, Hún nefndi eitthvað sósíalistar en þér, eða ekki? Jú. Hún var að segja það að Inga sagði eitthvað að hann talaði bara ágætlega um sósíalistana. Já, hún var að segja, þið eigi að segja að þið geta alveg unnið með flokki fólksins, Já, ég var raunin að færa rauk fyrir því að sósíalistar væri hinn raunverulegi fátækara og öryrkjaflokkur. Hún hefur ekki verið ánægð með það. Nei, ég veit það. Ertu bara að pyrra fólka? Nei, ég er ekkert að pyrra. En Sóley að því hún er 17 ára, hún er rosa, hún er ekki hugsað Bjarna þegjandi þörfina, af því að hún var búin að sjá fyrir sér að hún myndi fengja að kjósa næst. Málið er að ég gaf henni atkvæðið mitt þegar hún var 9 ára. Og hef síðan alltaf kosið það sem hún hefur sagt að kjósa. Þannig hún sá fram á það að hún myndi geta að fara sjálf í kjörklefa næst. En svo sleit Bjarni ríkisstjórninni. Þannig að ég verði að fara og kjósa það sem hún segir mér að kjósa. Núna. Þannig að það gæti farið þannig að þú kjósir ekki sósíalista? Heyrist ekki á henni, Ég held að hún sé mjög ánægð með sósíalista. En myndirðu standa við það ef hún myndi segja að kjósa ekki sósíalista? Já, ég sagði myndi gera það. Já. Haldið þið ná inn? Eins og ég var að segja við hann, ég spáði því að vinstrið þurrkist út. Hann þarf líka bara til að gera þetta spicy. Róskika hjá þér? Nei, ég vil sjá Svandísi Svavarsdóttur ennþá inni. Og ég er ekki sammála neitt, Ég þið Björn Inga segi ykkur spjalli að hann vildi hafa heilbrigðisráðherrann úr COVID inni. Ég
ég held að sé enginn Björn Ingi á Viljanum sem að sé einhvern veginn óska eftir því að fá meira COVID. Nei, ok, þetta er náttúrulega Jú, Samfylkingin, tveir aðskildir hlut. þau eru með 2 þarna úr þríekinu. Já, ég veit það. Já. Nei, ég væntanlega ekki, en sko ástæðan fyrir ég segi þetta er bara, nei, ég meina eins og ég sagði nú bara við, ég finn Ríkard hérna í gær og ég vona bara einhver gangi ágætlega, ég meina, sko málið er það. Ég heiti Mumma í gær, ég óska honum alls þess besta. Já. Og sagði við hann að ég held að þið nái alveg inn og ég held að þið skadar okkur ekki, þið eru ekki að segja atkvæði til okkar. Jú, að sjálfsögðu, þið eru með keimlíkar áherslur. Nei, það er bara allt annar kultúr og allt annar taktík og þau eru að koma út úr sko, ríkisstjórn með sjálfstæðarflokkum úr 7 árum. Það hefur verið ríkisstjórn meira og minna frá hruni. Þetta er bara allt önnur ella eins og þetta. Já, þetta er önnur ella, þetta er suma málefni. Kjósendurnir og svona eru bara önnur tegund sko. Þetta er bara svona háskólamenntaðar konur. Ekki til. Engin karlar sem eru að kjósa VG? Ekki samkvæmt, jú, einhverjir, en samkvæmt könnunum ég held að ég hef nú ekki skoðað kannski alveg nýlega. Þetta er líka svo lítið hjá því núna. Það er svo erfitt að greina því sundur. En svona á blómatíma Katrínar, eða svona þegar var að fara hallenda fæti, að þá held ég að í einni könnunni hafi verið sko 80% kjósenda af VG hafi verið konur. Hvernig heldur þetta gæti fara þannig? Það er einhvers að vera að koma á ykkur miðflokksmönnum eru bara kallar. Er ég miðflokksmaður? Nei, ég er það. Nei, ég meina, þú mátt það var einhver þar eru held ég bara 80% kallar. Ég var að segja þetta við Sigmund í hlaðvarpinu sem svona hjón í nútímanum er miðflokkskall sem er giftur VG konum. Já, það er alveg vel sko, ég hef verið kallar alls konar sko, ég er einhver skuggamaður moggans og ég er sjálfstæðismaður og ég er miðflokksmaður. Ég heyrði einhvern að segja það alltaf að kjósa sjálfstæðisflokkinn. Ég sko er ekki búin að gera hugmynd. Ef það væri kosið í dag myndi ég kjósa sjálfstæðisflokkinn. Já, sko það er mjög sérstök hugmynd í dag. Fáir sem eru þarna í pólitíkinni. Þetta er 12%. Já, það er rétt. Ég er bara svo ánægður sko, ég get kosið Jón Pétur Símsen. Eða Brynjar Níelsson. Hann er ekki að fara inn á þing, þeir eru í 3. sæti sko. Ég veit það. Sjálfstæðisflokkurinn þarf að ná sko 25-6% á landsvísu. Til að ná 3. manninn? Já. Er það? Það er bara dream on. Fólk er líka að skoða þess að nú var allir að tala að veri synd að sjá eftir Þórði Snæ. Sko fylgi Samfylkinguna komið niður fyrir að hann hefði aldrei farið inn. Nei. Það er bara hannig. Hvað? Ég menna Brynjar fer aldrei inn. Heldur þú að Sjálfstæðisflokkurinn fái 25% atkvæða? Nei, ég held ekki reyndar. Nú er það líka með Sjálfstæðisflokkina því að hann er svo lélugur í Reykjavík og hefur alltaf verið að versna í Reykjavík. Þannig að hann hefur haldið betur fylgi út á landi. Hver heldur að muni koma stærst út úr þessu kosningum? Ég veit ekki. Ég minnst að því að það er svo mikið rók, eða svona fylgið er svo rókjant. Það er svo mikla sveiflur, eins og þessi uppsveifla viðreisnar. Ég var reynda búin að segja þetta, að þetta væri drauma kosningar viðreisnar. Þú ert með Sjálfstæðisflokkinn í tjóni, þú ert með háa vexti og þú veist, fólk segir að þetta séu kosningarna sem eru kostum efnaðsmál. Samfylking búin að bakka út úr Evrópu málum. Þannig að þetta er bara viðreisn getur ekki óskað sér betri stöðu. En það er engin, það er engin spenntur fyrir Rauðabröðu. Jú, ég reyni það. Ég náttúrulega núna ég er búin að vera að segja þetta í marga mánuði. Ég veit það. Að viðreisnmunir í svo. Núna er ég samt búin að vera að gefa út einn þátt á dag, þannig að ég er rosalega lítið búin að vera að hlusta nema einstakar sem. Við erum kannski sömu stöðu, við bara búið til þetta náðum ekki að hlusta það. Já, það kemur fyrir sko, en ég reyna að innbyrða það líka mikið efni en sko ESB er ekki einu svona spennandi hjá viðreisnarmönnum. Það svo verðist, þeir eru að búa til samfélagsmiðla content þar sem það er engin spenntur fyrir ESB. Þeir þurfa, ég meina við sjáum bara í kannanir þegar spurtum viltu gangi í ESB og svona það er svona heldur á uppleið. Það eru ykkur svona, er ekki svona 40+% sem segja á við þessari spurningu. Hvað af þeim myndu telja að vera að þeir látið að ráða atkvæði sínu. Það hefur ekki verið margir hingað til, en það er kannski samt 15% eitthvað sem að Samfylkingin gaf svolítið frá sér og það hlaut að koma einhvern veginn til þeirra og þess vegna þarf Viðreisn ekki að vera að tala um ESB. Ef þú ætlar að kjósa út á ESB, hvernig ætlar að kjósa? Bara Viðreisn.
Það ekkert annað í Þú boði. hatar ESB. Nei, Ég hlusta á rauðaborðið eins og þú varst að skamma mig fyrir að gera ekki núna rétt í þessu. Já. Ég var alveg hlusta á því að tala um ESB og alltaf þegar einhver rétt svo fjallar aðeins það að ESB geti verið fýsileg leið til þess að ná einhverjum stöðuleika hérna, þá alveg ferð þú, verður rauður á rauðaborðinu. Nei, ég bendi á að sko, efnahagslíf Evrópu er ekki í góðum standi. Pólitískt líf Evrópu er ekki í góðu standi og ég meina, hvað er ESB? Verður ekki bara eftir 2-3 ár að þá verður Alternative for Deutschland og Le Pen og Meloni og Gert Wilders sem að stýra Evrópusambandinu. Og svo það líka náttúrulega öryggismál Evrópu í stórkostlegu tjóni og líka það að við erum nú með Trump sem forseta sem að kannski dregur úr stuðningi inn í NATO og þá mun Evrópusambandi segja að þá verðum við bara að fylla í skarðið sem er eiginlega bara, það er eiginlega ekki í boði sko. Bandaríkin eru herveldi, Evrópa er það ekki sko. Þannig að Evrópa þarf að umbreyta sig til þess að verða það og það er kröfu núna allir komnir upp í 2% og sömur upp í 3 og 4% af landsframleiðslu sem eru sko eins og í Eystrasaltslöndunum sem að þjóðirnar er að fara yfir 3% af landsframleiðslu sko. Og þá er það kannski sko 10% af ríkisútgjöldum og það er þjóðir sem að gera eitthvað slíkt að þau haldi ekki gangandi velferðarríki. Þannig að Evrópa mun bara hættu því ef að ekki tekst að sko stöðva þetta stríð og einhvern veginn að búa til einhvern frið í álfunni að þá mun Evrópa bara spinnast upp í einhver sko félagslegan óróleika og niðurbrot á eiginlega öllum svona þessum grunnkerfin sem voru byggðar upp á síðustu öld og við erum að horfa bara á hryllilega tíð í Evrópu sko. Já, akkur ertu með þennan Rússa áróður það að við þurfum bara að gefa eftir landsvæði fasista og Þórdís Kolbrún er búin að sýna það í verki og gjörðum að hún sé tilbúin til þess að styðja við bakið á þessu. Þú með þinn Rússa áróður út af því að þið komanni vilja náttúrulega bara sjá. Fyrsta lagi býtu, Pútín, hann var með stjórnmálflokk sem hét eitthvað áfram Rússlandi föðurlandsflokkin. Hann var í flokkabandalagi með Sjálfstæðisflokknum í Evrópuráðinu fram yfir 2008. Þannig að Pútín er sko Þórdísar maður. Ég hef eins og gagnrýnt sko aðgerðir NATO og ég hef líka gagnrýnt orðræðu Þórdísar Kolbrúnar sem er búin að vera að segja núna í 2,5 ár sko að með viðskiptaþvingunum þá muni Rússland bara brotna niður að innan og við tökum snekkjurnar af ólígörkonum að þá verður bara uppreisn í Kreml og ef við bara styðjum Úkraínumenn á vígvellinum að þá munum þau sigra þetta því að rússneski herinn er bara agalaus og þeir eiga bara skóflur til að berjast við. Manstu ekki eftir þessu öllu? Jú, ég man eftir þessu. Hvað að þessu hefur gengið eftir? Ekki neitt. Og á hverju á ég að hlusta á eitthvað sem eru alltaf haft rangt fyrir sér? Það er frábær bók eftir Nicholas Mulder sem heitir The Economic Warfare eða The Economic Weapon, man ekki hvort. En frábær bók það sem er með talað svona efnahagsþvinganir og hvaða áhrif þau hafa og það sem er sko verst við er að það er koma verst niður á fólki sem hefur minnst fæst bjargráð til þess að standa undir slíkum þvingunum. Hvernig heldur að ástandi sé í Úkraínu? Já, hræðilegt. En fólki sem segist vera að bjarga Úkraínu, hvert er ástand á Úkraínu núna? Sko, í sjálfu sér er það allir innviður eru bara farnir. Það eru landflótti, bara linnulaus landflótti. Það er vantar bara heilu kynslóðurnar í þessa þjóð. Já. Það er allt ónýtt og hver ætlar að reisa þetta við? Fólki sem er alltaf að hvetja Úkraínumenn til þess að fórna sér á víðinu. Það sem eru að tapa stríðinu. Og munurinn á sósíalistum og öðrum er að við getum horfst í augu við raunveruleikann. Við getum horfst í augu við að þessi stefna er ekki að ganga upp. Við þurfum að endurskoða öryggisstefnu Evrópu og Íslands. Við segjum það bara. Og það sama á náttúrulega við líka efnahagsástand hér. Við verðum bara að endurskoða skattkerfið. Já, hvernig? Hvað ætlar að taka mikið af mér? Nei, við segja þannig. Það var fyrir 30 árum, þá kom fólk og sagði, ef við lækkum skatta á fjármagn og fyrirtæki, að þá mun það svo mikið afli í samfélaginu að það mun koma inn stórkostlega skattekjur til ríkisins og við getum ekki bara viðhaldið grunnkerfunum, heldur byggtu upp, það mun allir hafa það betra. Við tókum velmegunarskeið sem ekki sé fyrir endan á. Nei, ef þú skoðar landsframleiðslu á mann síðustu frá 91 og tekur sambarlegan kafla á undan,
þá landsframleiðsla á mann vöxturinn helmingi minni á nýfrjálstímanum heldur en var áður. Helmingi minni. Og það það sem við fórnum. Og það okkur var sagt að ef við látum auðvaldi fá stærri sneið, að þá mun kakan stækka. Það gerist ekki. Það gerist öfugt. Hún stækkaði minna en áður. Kakan ekki mun að stækka frá þessu tímabili? Auðvitað er búin að stækka. Hún er búin að stækka minna. Þú veist, hagvöxtur heldur áfram. En hagvöxtur á mann helmingi minni á nýfrjálshyggjutímanum heldur en var áður. Sagan það að ef við gefum auðveldinu stærri sneið, þá munir kaka stækka, hún röng og það vitið allir. Það bara þeir sem eiga þessa stóru köku, þeir alltaf bara halda áfram. Og kannski Fórum með Bubba eins og mig sem að verja þetta við. Og býtu, og þetta var sagt að kaka myndi stækka og þess vegna þið getur haldið öllu grunnkerfinu áfram. Svo kemur upsi, búpsi, það ekki að gerast. Við verðum þá að allir verðum ekki bara að rukka þjónustugjöld inn í menntakerfinu og skólakerfinu. Jú, gerum það til þess að fylla upp í gatið. Og svo upsi, búpsi, það gekk ekki heldur. Hvað gerum við þá? Verðum ekki bara að selja svolítið eignir til þess að eiga upp í þetta, því þetta hlýtur að fara að koma bráðum og þeir selja frá sér alls konar svona eignir og dugði það? Nei, verðum ekki bara að hækka skatta á almenning? 1991 og reyndar alveg eiginlega, þá borgaði fólk sem var á lágmarkslaunum enga skatta. Í dag verið að taka 60 skall af því. Þetta skattastefna Sjálfstæðisflokksins og þetta fólk, Sjálfstæðisflokkurinn, dirfist að halda því fram að þau séu að lækka skatta. Það engin hækka skatta á venjulegt fólk eins mikið og Sjálfstæðisflokkurinn. Það skattaflokkurinn. Ef þú vilt skatta, ef þú vilt hækka skattana, kjóstu Sjálfstæðisflokkinn. Ef þú vilt lækka skattana, kjóstu sósíalistana. Það meikar ekkert sens, þið aldrei að fara að lækka skatta. Jú, það í stefnum okkar. Þannig að þið að fara að lækka skatta á fátækt fólk. Það ekki rétt mér? Ekki fátækt fólk, bara svona millitekki fólk. Hvað millitekki fólk? Hvað með þínum að þinn? Það bara Hagstofa segir það ekki svona fyrir svona 1100 skallin? Nei, það fyrir öll heildarlaun. Það svona, ekki 750 svona eitthvað fyrir dagvinnu. Þannig að skattleysismörk verða með við 750 krónur undir sósíalistum? Nei, ég sagði alltaf lækka skatta. Í hvað? Skattleysismörkin eiga að vera í kringum lágmarkslauninu 450.000. Ef þú ert með 450 skall á mánuði og það svo að borga húsaleigu og átt valla fyrir mat út mánuðin og það bara komin 10 dagar eftir að mánuðin út í vandræðum þú ert bara farin að borða bara hrísgrjón og eitthvað svona. Það siðlegt að fjármálaráðherra Sjálfstæðisflokksins komi og segi, heyrðu, ég verið að taka 65 skall að þér af því að ég lækkaði svo mikið skattana hjá honum Jóa vini mínum fyrir einhverju síðan og við verðum að geta rekið ríkissjóð. Þess vegna verð ég að taka þetta af þér. Hvaða rugl þetta? Og það, ég meina, akkur erum við að þessu? Akkur þú snúið við ekki að braut? Gunnar Mári, fyrir maður þessi grunneininguna að þessari hugmyndafræði. Grunneiningu. Ok, segjum svo að Sjálfstæðisflokkurinn sé bara, enda ég ekki til að vera í Sjálfstæðisflokkinn. Ef að eldri kona í Hnífsdal prjónar peysu á manneskju og hún prjónar á allt þorpið eða bæinn, tekur 20.000 skall á peysu og fær eitthvað fyrir það. Hvað finnst þér vera eðlilegt hlutfall af því hvað þú getur tekið af henni sem fjármálaráðherra? Þegar við erum að tala hækka skatta, þá erum við að tala Þorstein Má Baldinsson og Guðmundur Briem. Við erum að tala allra auðvasta fólki á Íslandi. En þeir kom alltaf, eins og Sjálfstæðisflokkur gera alltaf, með einhverjar ekkjur sem að búa í stórum einbýlishúsum þegar við erum að tala að þeir að vera auðlegðar skattur. Og við erum held ég man ekki alveg hvað við vorum með mörkin, það í svona bara stóru einbýlishúsi, þessum við ætlum bara, að því að við erum ekki að sækja þetta peningum frá svona venjulegu fólki. Við erum að sækja þetta peningum hjá þeim sem að auðgast á því að það skekkja í samfélaginu. Og þú veist, þú getur ímynd okkur að það bara samfélagi hallar og einhverju peningar, fólki sem á lítið og peningarnir þessu rúlla hinga niður. Skilu, ef þú átt bara að segja ætti bara 3 milljarða, þá getur þú bara látið þá vera að vinna fyrir þig og þú bara færið linnulaus peninga í tildulega áhættu lítilli fjárfestingu. Þú getur keypt bara ríkisskuldabréf og lifa fínu lífi. Allt kerfið, hvað Seðlabankinn að gera núna á verðbólgutíma? Hann að verja auðinn. Þannig allt kerfið sem við höfum snýst það að verja auð þeirra sem eiga og flytja auðinn til þeirra sem hafa aðstöðu til þess að sóa hann til sín. Og við viljum bara skattleggja þetta. Já, ég meina, af hverju finnst þér þú eiga af hverju finnst þér þú eiga alltaf einhverja hlutdeild af því á sjálfsaflafé fólks? Af hverju það bara fyrsta sem að Gunnar Smári hugsar þegar að einhver gerir eitthvað gerir eitthvað vel, stökum bara Guðmund Fertram, bjóð eitthvað til og reyngu.
af hverju fyrsta hugsunni þín ekki hérna, vá hvað frábært að hann sé að græða sár. Nei, það ekkert frábært. Frábæra hluturinn að ég get tekið meira af peningum á honum. Það bara ekkert eðlilegt að þið séð alltaf hérna fyrstir komnir til þess að segja hérna, já, nei, ég svo mikill snillingur með peninga og ég get útlutað þess á réttan máta, þannig ég skal bara taka helminginn til mín. Sko, ef þú tekur þetta dæmi, þetta ekki Kerasík? Keresis, já. Kerasík. Sko, það var hérna byrjað meðal annars með stuðningi frá Nýsköpunarsjóð sem að fjárfesti í þessu. Í þessu hérna hallandi samfélagi þar sem að sko við erum alltaf að styðja auðinn. Þá höfum við Nýsköpunarsjóð sem ekki eins og hérna svona vogunarsjóður væri í höndunum á einkaaðilum sem að myndi fjárfesta í sko 20 og svo hérna sleppu fyrir hotn og 3 og tapar á hérna 16 en græðir á einu. Nýsköpunarsjóður þegar að hérna, fannst kaupandi af bréfunum hans, þá seldan og slapp út á sléttu. Ef að Nýsköpunarsjóður hefði haldið áfram að eiga þetta, þá hefði hann líklega grætt svona 60 milljarða. Nei, þetta hefði aldrei orðið til ef það hefði ekki verið fyrir Guðmund Höfla. Nei, Guðmundur, Nýsköpunarsjóður fjárfesti hjá honum. Af því að hann hafði enga peninga. Það var Nýsköpunarsjóður sem kom með peninga inn í þetta til þess að vera hægt að starta þessu. En að því að við búum í kerfi sem að hugsa bara ríkakallinn, að þá þegar það var ljóst þetta var að fara fyrir hérna, vind eða eitthvað svoleiðis, að þá kemur í Nýsköpunarsjóði, eigum við ekki að selja það til þess að leyfa einhverjum öðrum að kaupa þetta og það voru þarna viðskiptafélagar hérna, Björgóls Thors og fleiri sem að keyptu hlut Nýsköpunarsjóðs. Hvað greiddu þeir á þessu? 60 milljarða? Akkur máttu ekki bara Nýsköpunarsjóð græða þetta? Akkur þú alltaf að berjast fyrir einhverja kall út í bæ til þess að þeir fá allan hérna, hagnaðinn, en ríkið sem að lagði til grunninn af því að var hægt að byggja þetta fyrirtæki upp, má aldrei fá neitt. Já. Það ruglegt. Ég vildi óska þess að svari við þessu væri bara þeir eru að borga mig fyrir það að halda út í sínum áróðri. Það ég bara, þess ég eftir að vera að borga þér. Já, mér finnst það rauninni. Já, ég ekki að gera þetta ókipis, ég með áskrifundur, sko. En þetta svona nánast ókipis. En nei, svona samfélagi fullt. Gunnar, ég nefndi Þorsteinn Má og Guðmundi í Brím. Á hverju hafa þeir hagnast? Á hverju hefur Þorsteinn Már hagnast svona svo mikið, hann hefur hérna keypt fyrirtæki í, hvað það ekki, í Færium, í Noregi, í Afríku. Á Afríku og Namibíu, í Þýskalandi og út allan heim. Hann stæðsti einstaki eigandinn í Sjóvá og Eimskip og hann endurist í Moggan til þess að allt þetta því að hann fær, þú veist, svona einkaleyfi á því að nýta auðlindirnar sem að við eigum. Já. Og hvað svona meðferð þetta á almenna eigum? Við eigum fiskinn í sjónum og við börðust fyrir því. Átt þú fiskinn í sjónum? Við, þjóðin. Ég á hann ekki persónulega. Þorsteinn Már heldur hann eiga persónulega. Ég á hann með í kompani með þér í íslenska, þú veist, íslenska samfélagið á þetta. Og við börðust fyrir þessu. Vegna þess að einu sinni það áttu við ekki. Að það voru Baskar, hefur komið til Baskalands? Eða Bretanska. Nei. Maður sér það, maður sér auðlegð, gamla auðlegð sem var byggð upp af Íslandsmiðum og þetta vissi fólk og það var líka austurströnd Englands að það að fara og sækja fiskinga og koma honum á markað í Evrópu skapaði auð og Íslendingar vissu þetta og sáu þetta alltaf fara framhjá sér og þú veist, svo voru menn að reyna að byggja upp Íslands samfélag og svo þú veist, við getum aldrei byggt gott samfélag við látum þetta allt saman fara fram hjá okkur. Þannig að kynslóður afaðins og kannski langafaðins og fóru að berjast fyrir því að ná auðlindunum undir það vegna þess að þið vissu það var ekki hægt að byggja upp gott samfélag í Íslandi nema við næðum auðlindum sjávar undir það og til þess að byggja upp stórkostleg samfélag. Og við gerðum það. Unnum í þorskastríðin og miklum erfiðlum, alls konar diplómatískum samningum og hlera og náðum þessu. Veitu, hvað gerum við þá? Gefum einhverjum gaurum þetta. Hvaða vitleysa þetta? Gunnar Smári, þú náttúrulega lítur að gera grein fyrir því að þegar við erum að tala opinber kerfi að þá eru þau almennt lélegri. Ég alveg sammálaður, þú greinilega ekki búin að vera lengi að taka, þú ert ekki búin að vera að taka upp mikið út af því þú ert með munnræpu Ég held að ég væri gestur. Nei, þú ert ekki gesturinn, við erum bara þáttastjórnendur að spjalla. Við erum gestur hvers annars hérna. Ég skal taka viðtalið. Málið það að eins og núna, Varli lýst þessu svolítið vel fyrir mér þegar Kristrún Frostadóttir fór að tala það að við ættum að vera að taka meira auðlindunum og okkar fleira þar fram til götunum og þá sagði hann
nefndi einhvern Noreg og hún sagði, já nei, þau eru með hérna byggðastefnu í Noregi, þau eru ekki að reka þetta fyrir hagnað. Ég meina, ef að ég fæ að velja á milli þess að við tökum hagnað og sjávarútvegi sem stendur undir mikið af okkar stoðkerfum, þá vil ég það miklu frekar heldur en að við séum með eitthvað kerfi þar sem við erum ekkert að græða því en við erum með einhver sósíalista sem er að fara útluta þessu á einhvern sanngjarnan máta hans mati og þar af leiðandi verður ekkert úr þessum aðeins. Má ég ekki klára eina setningu hérna? Nei, býttu, þú sagðir að við erum ekkert að græða því en það er byggð upp eftir Noregi, græðir ekki byggðina upp Ég græða því, en ég er að segja núna úr því sem er komið núna þá er betra að við séum að græða hvað er þetta, er ekki önnur stærsta stóðin? Þetta var stærsta sko. Já, ég veit. Það var að því að almenningur barðist fyrir að ná þessum auðlundum hérna. Og nú erum við með miklu fjölbreyttar á nýsköpun er að stórleitinu til líka að stórun hluta komin úr fiskveiðistjórnarkerfinu og ég er ekki til að verja fiskveiðistjórnarkerfi, ég er ekki Heiðrún Lind en aftur á móti, þá er ég ekki alveg bara seldur af því að við getum bara einhvern veginn farið að skattleggja þetta í drep eða taka þetta til okkar og bara einhvern veginn útluta þessu upp á nýtt. Ég er alveg sammálaður að þetta kerfi var ekki frábært þegar þú sett á laggirnar. En aftur á móti, þá er það gott í dag miðað við þann gróða sem við erum að fá úr þessu. Spurðu almenning, hann er bara 70% almenning. Hver er almenningur? Þú ert alltaf að tala með almenning. Almenningur vinnur líka á fiskveiðifyrirtækjunum. 70% almenning segir að kvótakerfið vilji ekki kvótakerfið og ég held að 83% almenningi segir að það sé spillt og ég man ekki 80% segja að gallin við það sé að það færi auð til fárra. Almenningur er svolítið klár. Ef ég myndi spyrja þjóðina hvort að samstöðin hefur verið rekin fyrir ríkisfé, þá myndi örugglega 70% nei. Eigum við þá að taka bara og leggja niður samstöðina? Það er ekki sanngjarnt að leggja samstöðin er ekki fyrir áskrifendur. Já, líka. Já, við fengum hann einhverja 6 milljónir. Já, ok. Mokki fekk 126 milljónir. Já. Hældi því. Ég er talandi skattkerfi. Já, ég er mjög ef að þú ættir að styrkja fjölmiðla, myndir ekki styrkja samstöðina fyrst? Mesta nýsköpunni þar. Jú, sjálfsögðu. Herðu. En þú veist, það er ekki hægt að segja bara meiri hlutin er ósammála þess að þar alveg að taka þetta út. Jó, við erum búin í lýðræðissamfélag að vera að taka mark á því. Þú ert að bera saman, annars er Hefur heyrt ofríki meiri hlutans? Já, ég átta með því, en það er ekki, ég get alveg sagt þér að það er ekki vandamál í sjávarútvegi. Það er ofríki örfára, allars ekki svona 8 fjölskyldur sem eiga fiskimiðin meira og minna. Þannig að það er ekki, fjöldin er ekki vandamál þar. Heyrðu, þú ert annars að bera saman arðsemi íslensku sjávarútvegi og þá ert að telja þá peninga sem eigandi getur tekið upp og greitt sér í arð og til það vera mælikvarða. Svo berða saman við norska kerfið, það sem er minni arðsemi, en hins vegar stendur sjávarútvegurinn undir byggð upp eftir allri vesturströnd Noregs. Og það eru verðmæti. Ég ferðast upp eftir vesturströnd Noregs og það er rosa merkilegt fyrir svona Íslendinga að koma þar. Þegar maður kemur inn í inn á staði þar sem að horfum að svona kringu svo herðu, svona geti Akranes verið ef þeir hefðu haldið kvótanum. Og það maður sér það bara við aðaltorkið er bæjarblaðið og þarna er hjálpræðisherinn að sinna hinnum fátökum og útigangsmönnum og þetta er bara blómlegt samfélag og allir á okkur yði, þú veist. Og þá kemur fiskurinn landað, fer inn í fristuhúsið og bara auðlegð sjávar hríslast þetta bæjarfélag. Gætum við ekki bara verið að pæla í þessu ef við myndum virka drekasvæði? Getum við ekki verið að pæla í þessu þegar þetta er svona stór stoð í okkar kerfi? En hvort viltu að auðlegð sjávar hríslist bæjarfélagið eða fari bara til Þorsteins Már og hann fari og fjárfesti í Namibíu fyrir það? En hvar ætlum við þá að fá þennan peningin í velferðarkerfi sem að þér er svo antum? Veistu að við fengum ekki krónu inn í velferðarkerfið í peningunum sem Þorsteinn Már nota til að kaupa fyrirtæki í Noregi, Færeyjum, Namibíu. Nei, við fáum það samt af arðinu sem við fáum hér úr fiskveiði. Jú, Gunnar, þú getur ekki, Hvar kemur hann? Í gennum skattkerfið. Og veiðigjaldið. Þegar hann er að greiða sér arð, þá borgar hann minni pening yfir hlutastlega. Já, hann persónulega. Heldur en fiskverkafólki borgaði áður. Þannig það er betra fyrir ríkið að það verði svona minni hagræðing og fleira og fiskverkafólki fái bara að fara með launaumslæsið þeim og kallinn í velsmiðunni sem að gerir bobbingana, hann fái að fara með launaumslæsið þeim, heldur hann bara Þorsteinn Már taki það allt saman og þú vitni það að þetta sé arðsemi er bara það. Hvað getur ríkikallinn tekið mikið pening út úr fyrirtækinu?
Akkur ættu við að vera með það bara sem aðal markmiðið í sjávarútvegi, ekki að sé byggð upp eftir allri vesturstað Noregs, heldur að ríkikallinn ná eins miklu penning út úr svo mögulegt er. Já. Hverjum datt þetta í hug? Ég, sko, Guðmundur í Brimir hérna segja mér í eira, ég veit maður hægt að ræða þetta. Hérna, ræðum Hefur það fengið hann í viðtal? Nei, ég rætti við hann fyrir ekki svo lengi, hann ætlaði nú að koma, ég þarf að fara að sparka eftir því. Hann er nefnilega með svo skemmtilegan talanda. Já, Ég hann er mjög áhugaverður. Ég er ekki sammálunum í sko, hugmyndum sjávarútveg. En mér finnst það bara að hann er með, að því að við erum ofta að tala við fólk og svona, þá er hann með svo skemmtilega frásagnargáfu. Ég er sammálega, hann var hérna á samtökum atvinnulífsins á einhverjum fundi þar sem hann var einmitt að drulla yfir orkumálaráðherra fyrir það að sinni ekki hérna sínu ráðuneyti nægilega vel. Ok, það er norska leiðin í sjávarútvegi, hún er betri. Já, að þínu mati. Hérna, sko, förum aðeins bara í sósíalismann. Sko, ég persónulega er ekki nægilega hrokafullur til að vera sósíalisti, annars væri ég það örugglega. Hrokafullur? Já, út af því að ég get ekki sagt Ég er svo sósíalisti, er hann hrokafullur? Ég get ekki sagt við fólk. Hérna, já, ég veit alveg hvernig best er að haga mannlegu samfélagi. Ég get bara tekið nægilega mikið að sjálfsafla fyrir fólks og ég get bara sagt við fólk hérna, já nei, ef þú lætur mig bara hafa helminga öllu því sem að þú vinnur þig inn, vinnur þér inn, að þá get ég bara séð fyrir þér. Þetta er náttúrulega bara einhver stóra Ég kannast ekki þennan sósíalisma. Þetta er bara sósíalismi allstaðar. Nei, þetta er bara stjórnmálaskóli Sjálfstæðisflokksins heldur svo fram. Nei, þetta er náttúrulega bara Ég var að benda á þann að nýfrjálshyggjan hefur sko skattlagt hérna launafólk og jáfnvel láglaunafólk 65 skatt sem hafði ekki áður. Það er ekki sósíalismi. Hvað er uppáhaldsríkið þar sem yfirlistu sósíalisti hefur ráðið ríkjum? Það er sósíalisti á Spáni núna, það er ekki fínt að vera á Spáni, hefur komið til Spánar? Já, ég hef verið á Spáni, þar sem að 50% af fólki undir 25 ára er atvinnulaust. Já, það er ekki sósíalismi að gera. Það er aðri flokkar búin að vera það er sósíalískri hugmyndafræði hérna. Sko, hérna en er það bara Spán? Nei, sósíalísk hugmyndafræði hefur ráðið ríkjum og lífið orðið betra. Sko, sósíalismi er hérna barátta almennings gagnvart hérna borgarastéttinni eða auðvaldinu, ráðandistéttum. Og sú barátta var háð frá svona 19. öld og fram að þessu öld og skilaði okkur almennu kosningarétti, heilbrigðisþjónustu, skólum, bara stórkostlustu framförum sem hafa átt sér stað bara í sögu mannkins. Þegar almenningur náði völd, þegar í fyrsta skipti í sögunni að þá var ríkisvaldið skilgreint að það væri almannavald, að það væri almenningur sem átti það. Það höfðu verið svona borgaralega byltingar, það sem að borgarastéttin tók og hérna tók yfir ríkisvaldið, en það sem að kemur inn á 20. öldina, þá var þetta skilgreint sem almannavald, að við eigum að nota ríkisvaldið til að byggja upp samfélag eins og hentar okkur, almenningi. Og þá fengum við skólakerfið, menntakerfið, gríðarlega uppbyggingu í húsnæðiskerfi, við fengum vernd, fengum að sofa, sko. Fengum 8 stundar vinnudag og við fengum helgarfrí og sumarfrí og veikindarétt og atvinnuleysispætur og eitthvað fleira. Þetta er sósíalismi. En finnst þér ekkert varhugavert að þú getur ekki nefnt eitt nema þetta sósíalista á Spáni sem er nýkomið til valda, en finnst þér ekkert varhugavert, þú ert að bjóða fram sem sósíalisti, þú getur ekki nefnt eitt ríki þar sem Ég er að benda á þú ert að nefna slagkraft almennings í því að berjast fyrir betri kjörum. Þá getur alveg fært rauk fyrir því að það er sprottið upp á sósíalískri hugmyndafræði. En aftur á móti þegar sósíalistar eru ráða ríkjum, ég er að segja að þegar einhver verður er kosin til þess, eins og Neskustad, þú kýs bara sósíalista einu sinni eins og sagt er. Það er á Neskustad. Er á Neskustad? Þeir heldu stjórn bæjarfélagsins í, hvað er ekki, 40 ár? Er fólk eitthvað grátandi á Neskustad við því? Ég bara ekki ekki. Svo klúðruður því, nú á Samherji fiski, útgerðina sem að þau bærin átti áður. Gunnar Smár, ég skil alveg að þú viljið forðast þessa spurningu. Ég er að tala ríki, þar sem sósíalistar eru ráða ríkjum. Við skulum tala Krist. Hverjir hafa verið að flagga sig? Ég er að tala Krist. Já, býttu. Nei, ég er að segja, hverjir hafa verið að skreita sig með því að vera kristnir og alls konar svona. Það er alls konar lið sem hefur skreit sig með sósíalisma, auðvitað. Það er bara eðlilegt. En svo getum við tekið líka dæmi alls konar lönd sem að pældi að vera að reyna að koma á sósíalísku breytingu til dæmis í Ameríku með Bandaríkin í þessu nágrannaðin.
þú veist, það bara viðskiptabann og þú ert ofsóttur og þú ert myrtur. Það bara þannig. Og þannig hefur það verið. Það voru teknir vinstrimenn í Suður-Ameríku, þú voru settur upp í þyrlu og flogið með út og hafa hent. Þannig vann hægrið. Hægrið hefur aldrei unnið hugmyndabaráttu, hefur bara unnið með ofbeldi. Það var hvað var það margir sem voru drepnir í Indónesíu? Það var svo stórkostlega talað bara. Já, það var bara kommunistaflokkurinn sem það var, þriðji stærsti kommunistaflokkur í heiminum og nú var útrýmt. Já, ég hefur hort á myndina voru 2 myndir ég setar upp, ég man ekki hvað það heita, það alltaf frábærar heimildarmyndir hálfleiknar heimildarmyndir, þar sem hann lét morðingjana leika senunnar. Já, nákvæmlega, ótrúlega mynd. Og svo svo er fórnarlömb fjölskyldumeðlum fórnarlambanna látnir horfa á það hvernig þeir eru að lýsa þessu. En sósíalismin, hann hefur náð að breyta, hann breytti í íslensku samfélagi þrátt fyrir að sósíalistar aldrei komist almennilega til valda, en það var að gert í gegnum verkalýðshreyfinguna. En samt koma kapitalistarnir núna og segja að þeir hafi búið til hið góða samfélag. Þeir voru á móti svo öllu sem ég taldi upp á hann. Nei, ég meina, þeir voru á móti svo öllu og þeir eru ennþá á móti svo. Þeir nú vilja þeir helst skrúa ofan að þessu öllu. En þú talaður eitthvað kring 1970 hafa verið bara eitthvað hnignunarskeið allt til dagsins í dag. Við höfum séð alveg ótrúlega framþróun. 1990 á Íslandi. 1990, ok. Samfélagið 1990 til dagsins í dag. Skárra að verið það. Ef við hefum verið með sósíalíska baráttu þar sem að allur slagkraftur úr einkaframtakinu, öll framtakssemi, letjandi og allt þar fram til götunum, þar sem að bara í Gunnar Smári kemur og skattleggur þig og skattleggur og enginn getur verið með einkarekstur, enginn getur komið neitt fyrirtæki, enginn getur verið með nýsköpun út af því að þú ert svo upptekinn af því að vera niðurgreiða alls konar. Við erum að leggja til að skrúa ofan af skattabreytingunni í frjálshyggjuárana og þá erum við líklega að fara til þess tíma sem var áður og við getum bara farið til, þetta ekki kallað gullöld kapitalismans eftir því svarin? Skattlagning á tekjuskattur fyrirtækja var bara í okkar heimsluta yfir 50%. Jaðarskattur á hæðstu tekjur var upp í 90%. Ég held að það voru tillögur í Bandaríkjunum sem upp í 100%. Það var 90%. Þannig að þessi hugmynd að þú eyðileggir samfélag með skattheimtu, af hverju heldur að Róm hafi byggst upp? Með skattheimtu. Þannig við tökum peninga frá þeim sem að auðgast á drifkrafti samfélagsins, byggja upp innviði og grunnkerfi til þess að verði ennþá meiri kraftur í samfélaginu og svo þannig höldum við áfram að byggja upp. Að hætta að innheimta skatta hjá þeim sem að fá peningin á endanum, það leið til þess að brjóta niður samfélag og það erum við að upplifa bara í okkar heimsluta. Við erum að horfa á bara niðurbrot samfélaginu, við erum að horfa á niðurbrot Bandaríkjanna. Út af hverju? Af því að það bara var hægt að innheimta skatta og byggja upp gott samfélag. Hugmyndin það, eigum við ekki saman að byggja upp gott samfélag? Ef við ekki að taka þá sem að standa veikt og rétta þá við? Ef við ekki að tryggja hinnum ómenntuð aðgangað að skólum? Ef við ekki að lækna veiku? Þú veist, þessi hugmynd allt í einu dettur, nei, kemur eitthvað fólk og segir, við verðum að hjálpa Elon Musk, hann verður að vera aðeins ríkari því að frá Elon Musk kemur öll okkar von og í hverju erum við lent eiginlega? Það verður eitthvað sem sagði, það er bara þeir valkostir, það er sósíalismi eða barbarismi og því miður þá erum við bara hraðlega þangað. Finnst þér það í alvörunni? Og ert að segja mig það að sósíalísk barátta hafi ekki verið undir formerkjum barbarisma gríð og ekki kannum söguna. Alltaf á sósíalistar þeir við ætlum að niðurgreiða alls konar fyrir alla og við ætlum að vera með gott heilbrigðiskerfi og gott menntakerfi. Svo náttúrulega drepaði niður allt einkaframtak og allt verður rosalega letjandi út af því enginn hefur hagsmuni af því að standa sig betur heldur en næsti. Þetta er spírall niður í lægsta samnefnara þar sem allir verða nægilega lélegir til að sósíalismin verða ánægður. Svo allt í einu kemur einn og segir ég vil ekki vera með þessu út af því að mér finnst þetta bara vera of mikið ofríki, þetta er náttúrulega það sem að Orwell varaði við og þá segja sósíalistin víst, þú verður með og við munum berja þetta til hlýðinni. Það er þessi raunverulega sósíalismi. Þinn sósíalismi er bara einhver útópísk hugmyndafræði og einhverjum fræðiritum brjálæðinga í háskólasamfélaginu sem er núna að
búið að brjóta niður út af formerkjum réttrúnaðarins þannig að eins og segið, þú getur alveg verið að segja þetta eru bara vinnandi hendur eins og segið, af hverju ekki sósíalismi á landsbyggðinni það er þetta því að fólk bara að vinna þar fólk bara að vinna fyrir sínum kjörum vinna, þú tekur helmingin og segist alltaf búa til eitthvað betra samfélag tekstaði þetta ekki út að þú hefur ekki hundsvita á því hvernig að búa til húsnæði hefur ekki hundsvita á því hvernig að sinna almennilegri heilbrigðisþjónustu og þar af leiðandi verður allt verra það hinn raunverulegi sósíalismi og það það sem sagan styður þú veist þetta alveg vel og ég þú segir að samfélag hafa orðið eitthvað verra árið 1990 og upp úr, það bara bullshit hvernig getur þú séð þetta fyrir þér þegar þú ert með söguna fyrir fram að þig þar sem að þú segir já nei, allt hefur orðið verra frá 1990 hefur allt orðið miklu betra sósíalísk hugmyndafræði, hvar sem hún hefur drepið niður fæti hefur orðið verri og þú segir já nei, ég kann þetta sósíalismi hefur bara aldrei verið prófaður á þann máta sem ég vil að hann sé prófaður og þar af leiðandi hefur hann mikið tekist hugsaðu hvað þetta er ótrúlega hrokafullt að geta sagt við fólk já nei, sósíalismi og allt sem við kemur mannlegu samfélagi ég þarf að geta finnstilt á þetta ég er með svo frábærar hugmyndir Í fyrsta lagi að þá sagði ég ekki að allt hefur orðið verða síðan 1990 bendið á það einföldu staðrund að vöxtur á landsframleiðslu per mann var helmingi minni á nýfrjálsíkjárunum en árinu undan Í öðru lagi þá viðurkenndu Hver var heildarkakan þá? Sorry, já, það var rétt hér Þú viðurkenndir áðan að það hefði verið fyrir sósíalíska verkalýðsbaráttu sem að þeir kostir í samfélaginu sem að byggðust hér upp urðu til. Það var ekki þannig að borgarastéttin eða auðstéttin hafi komið til almennings og sagði viljið ekki skóla, viljið ekki sjúkrahús, viljið ekki sumafrí, ekkert að þessu kom, þannig að þetta verið sósíalíska baráttu. Síðan ætlar þú að svissa yfir og við sem ekki að tala um þann sósíalisma sem er á Íslandi í okkar sögu heldur vilt að ég fara að svara fyrir eitthvað svona sósíalisma út í heimi eða fyrst og fremst bara eitthvað sósíalisma innan úr stjórnmálaskóla sjálfstæðisflokksins sem einhverja grillur hvað það er. Sósíalismi er barátta almennings fyrir því að ríkisvaldið sé í höndum almennings. Við erum með endalaus dæmi bara úr nútímanu bara frá þingi undanfarið það átti að leggja fram það var lagt fram lögum fiskeldi sem var bara búið til að ósk fiskeldisfyrirtækina gegn hagsmunum almennings. Það var samþykkt lagabreiting sem að leyfði afurðastöðum að stunda einangun. Allt rennur þetta gegnum þingið og þetta gerist þegar þú ert lendur í þeirri hörmungar stöðu að ríkisvald er í höndum á auðstéttinni. Það er smá tími á Vesturlöndum þar sem að út af baráttu sósíalíska verkalýðsbaráttu að almenningur náði einhverjum tökum á ríkisvaldinu og það voru sumstaðar að gera svona samningur það við skulum hafa ríkisvaldi almenningur en þið megið hafa atvinnulífið sumstaðar var það sagt við skulum hafa ríkisvaldið en þið megið vera úti í atvinnulífinu en við ætlum líka að hafa samvinnufélög og við ætlum líka að hafa ríkisfyrirtæki í svona grunngreinum eins og Landsvirkjun og fleira og við ætlum líka eins og Íslandi að við ætlum að líka hafa bæjarútgerðir og fleira vegna þess að eftir stríð að þá vildi einkafjármagni bara stunda heildsölu og því að það meiri gróði því og hafði engan áhuga á að verja peningum í að byggja upp sjávarútveg og sjávarútvegur Íslandi var fyrst og fremst byggður upp á samvinnufyrirtækjum og bæjarútgerðum. Það var bara þannig að því að einkafyrirtæki hafði engan áhuga á þessu. Þetta er núna erum við eins og komin í það að við lifum í einhverju þjóðtrú það að eini fyrirtækjarekstur sem gangi sé einkarekstur. Þrátt fyrir að við höfum hitaveituna, Landsvirkjun, endalaust dæmi út allan heim, öflug og samvinnufélög. Þá er sem að einkafyrirtæki verður eiga þetta og það er maður sér bara þau bara roðna í framan í sjálfstæðisflokknum þegar það fækkaði eitthvað í COVID það voru færri sem að unna á einkamarkaði en það lækkaði ekki eins mikið hjá hennu opinbera og ég held að það hafi bara verið næstu að fara að tala sinna og það bara reka ykkur opinbera starfsmenn að því að fólki þarna úti á markanum það býr til peningana en þetta fólk sóar þeim fólki sem vinnur á Landsvirkjun eða fólki sem vinnur á Landsspítalanum við að gera við þig til þess að þú geti farið aftur og skapað auð og þeir sem að kenna þér í skólanum svona dellu hugmyndum að þetta fólk sói peningum og þá vil ég að segja það að til þess að þessi sóun hætti ekki þá vorum við að taka einkafyrirtæki og láta þau taka yfir heilbrigðiskerfið og menntakerfið og hvaða dæmi höfum að það hefði gengið vel, það er í Bandaríkjunum það er 3 sinnum dýrara og það er þannig að það eru 25% af bandarísku þjóðinni sem hafi ekkert aðgengi að heilbrigðisþjónustu
já, við viljum fá eitthvað svoleiðis að því það er svo arðsamt eða eitthvað, ég veit ekki, ég stundum finnst manni að maður búi bara í einhverjum heimi sem hefur bara mist vitið. Því að við sjáum það, ef við horfum bara á hvernig tókst Japan að byggja sig upp eftir seinni heimsstyrjöld. Ég þekki ekki þá sögu. Nei, það var þau voru með lánakerfi, það voru miðstýrt lánveitingum út af bankakerfinu og þá var það þannig að það var samþykkt að 2,37% af lánsfinu skal fara í íbúðabyggingu, 1,39% skal fara í uppbyggingu á bílaiðnaði, þannig að þeir byggðu þetta upp svona og þannig er saga allra landa að það er engu landi tekist að byggja sig upp, þú veist, fara í svona nation building, að búa til gott samfélag, nema að byggja innviði og grunnkerfi og eitthvað fleira og styðja við atvinnuuppbyggingu og eitthvað fleira, þannig hafa öflug samfélag orðið til. Við lifum eins og einhverjum tímabilið, þar sem að það er svo fólk trúið í alvörunni að engilsbrettuna sem að fara og éta alla uppskeruna, að þær séu eiginlega aðal drifkraftur efnahagslífsins. Ekki sá sem að plantar og ekki þá sem að hlúir að, nei, það eru engilsbrettunar. Af hverju? Já, sjáðu, þær bara játu mest. Ja, ef ekki að láta þær sem að éta mest að stýra þessu. Ef ekki að láta bara ríka kallin þetta. Jú, mér finnst það náttúrulega. Ég held að við lifum á einhverju, og svo er það skrítið. En hugsaðu samt, ef allir eru orðnir klikkaðir, ert þú þá ekki klikkaður? Mér líður nefnilega stundur líka svona, þá hugsa ég svona, það hlýt ég að vera klikkaður. Nei, það eru, þótt að hafi ekki borist til Íslands og allra síst upp í Valhall, þá er öllum orður ljóst í heiminum að nýfrjálshyggjan er hrunin sem hugmyndakerfi. Það eru allir að leita einhverju leið í burtu. Sumir reyndar að gera það þannig að nei, við ætlum að halda áfram að þjóna hennu ríku. Þannig við setjum bara svona létta svona fasiska blæju yfir okkur til þess að geta haldið áfram. Hvernig lítur þessi fasiska blæja út? Þú, við getum tekið bara Trump sem dæmi. Hann er með svona nýfrjálshyggju hann er að lofa skattalækkunum til hennar ríku. Er það ekki bara frjálshyggja? Af hverju heitir það nýfrjálshyggja? Það er bara því að hún kom seinna, því að svona klassísk frjálshyggja, maður vill ekki vera að sörga þá sem að stóðu fyrir henni með því að taka þessa vitleysu sem er í gangi í dag. Að til dæmis þessi hugmyndur frelsi manna, það er meiri ábyrgð í því til þess að John Stuart Mill heldur en menn í dag, þar sem að menn eru bara tígna raskati á sjálfum sig. Þú veist að hann viðurkenndi það að þú veist að einstaklingur verður að hafa frelsi og ég held að sósíalistar eru miklu meira að berjast fyrir frelsi einstaklingsins núna heldur en nýfrjálshyggjumenn. Nýfrjálshyggjumenn eru bara að berjast fyrir frelsi hins sterka og hins ríka. Já, ég held að það sé algjörlega randjöðar. En allavega, við erum tökum aðeins... Já, þú nefndir með Trump. Þá er hann heldur áfram að reka sömu stefnuna og er að lofa enn frá frekari skattabreitingum og hann ætlar að brjóta niður ríkið, ætlar hann sé ekki að stefna bara að vera með svona næturverðaríki eins og Hannes Holmstedt og félagar að fagna þessi bara lögga og her til þess að verja auðfólkið. En það er náttúrulega fleiri grunnstöður. En ég verð að stoppa þetta því að þú getur ekki verið inn allan dag og ég er að fatta. Ég lendi líki í þessu með Svandísi. Það er alltaf með vinstrimennina, þá skemmti ég mér alltaf mest. Því að við erum búin að reyna 47 mínútur, þetta er búin að líða eins og 10 mínútur. Þannig við erum að komast að okkur öðru. Já, við þurfum að komast að kosningum. Ég er að velta að vera með þú sem eining. Já, kosningar. Það er kosningar, alveg rétt. Þú sem eining. Já, einstaklingur. Já, einstaklingshyggjumaðurinn sem þú ert. Nú er ég að velta fyrir mér, þú varst í forsvari fyrir sósíalista senast, eitthvað gekk ekki vel. Það fór ekki vel. Nei, það fór ekki vel. Þið komist ekki inn á þing. Nú er Sanna búin að sanna sig. Hún er mjög sterkur leiðtogi. Þú ert þannig komin aftur. Ég er að velta fyrir mér, ert þú jákvæð breyta fyrir sósíalista inn í þessa kosningabaráttu? Já, það er bara að vera aðrir að meta það. Hvað finnst þér sjálfum? Hefur áhyggjur að þetta? Því ég meina, þú hefur sagt mikið, þú hefur gert mikið, það hefur alls konar gengið á í þínu lífi. Heldurðu að þú sért að ofmeta sjálfa þig þegar þú ert að fara inn í þetta hlutverk og ert í rauninni kannski baggi á þá sósíalíska baráttu sem að... Það er ábyggilega hellinga fólki sem heldur þessu fram og ég hef nú bara bent á eitt að þú veist að því að... Hefur þú pælt í þessu? Það er það sem ég er að spyrja. Það hefur verið einleið til þess að meta þetta er að því að það kom svona tildulega seint fram að ég væri í frambúði.
að fylgi flokksins hefur aukist eftir það er ekki minkað. Ef þú verður að spyrja mig og bara fylgi hefur bara hrunið út af einhverju sem ég gerði, þá get ég tekið þátt í þessu. En ég get ekki tekið þátt í einhverju, þú veist, að ég sé að eyðileggja þegar ég sé bara ekki almennilega merkið þess, sko. En ég veit að, sko, margir myndu ekki vilja að ég væri í framboði, sko. Margir vilja bara sísta öll og ég fari inn á þing. Hver eru það? Ég bara lestu mokkan eða eitthvað. Já, heldur að hægrið sé hrætt við þig? Ég veit ekki. Sigurður bróðir var að rifja upp, hann hefur sagt þetta áður, var í þætti í á Samstöðinni. Það var hann rifjað upp að ég held að verið 2003, þar sem hann var kallaður upp í Valhöll og talaði þar við innsta kjarna einræðarklíkunar sem að lýsti yfir við á að þau eru átt á því, Sigurður, að þú og bróðuðinn að við munum eyðileggja allt sem við ætla að gera. Ég náttúrulega tók þátt í því að brjóta hnéskelendar á Morgunblaðinu. Morgunblaðið, þú ert svo ungur, þú manst ekki hvað Morgunblaðið hafi drottnandi stöðu í íslensku samfélagi. Ég tók þátt í að eyðileggja það með Fréttablaðinu og Morgunblaðið hefur ekki náð sér síðan. Hvernig gerir það? Með því að endurreisa Fréttablaðið. Þeir töldu sig hafa unnið það og beygta niður. En mér tókst að endurreisa. Já, þú meina þú stofnar ekki bara fjölmiðil. Hvernig, farið með ég vil heyra þessu sögu, skref fyrir skref, hvernig braustu hnéskelunar á Morgunblaðinu? Með því að taka af þeim auglýsingamarkaðinn. Þetta er blöð virka þannig að sá sem er stæðstur á viðkomandi markað, hann sogar til sín allt. Það er bara blöð leiða til svona náttúrulegra einokunar. Þess vegna ertu með Washington Post sem á Washington, New York Times sem á New York, Aftenposten og þar sem þetta göttunum og það er það þannig. Það er sá sem er stæðstur, hann sogar til sín allt. Því að segjum að séu 2 blöð í samkeppni og annað er með 100 og hitt er með 80, að þú hefur aldrei hagað því að kaupa auglýsingar hér. Alveg sama þótt að myndi selja það á helmingilegra verði. Þannig að þetta sogar til því. Smoggi náði þessari stöðu og át af sér alla aðra öllu blöð og þetta gerist yfirleitt þegar svona massamarkaðin er að vera til, þegar fólk er að flytja í bæinn og það er svona ýmsar efnaðslegar ástæður fyrir þessu og þetta er bara tímalegt fyrirbrigði. Þetta er ekki lengur svona því að blöðin hafi ekki þessa drottnandi stöðu. Mogginn hafði þetta og Fréttablaðið fyrst var rekið af DFF-feðgar og þá voru þeir með eitthvað svona samkomulag því að meðal þess að það var blaðið brentað í Mogganum að þau myndu ekki raska þessu DFF brentað í Mogganum, það myndu ekki raska jafnvæginu, færi ekki inn á svona atvinnuauglýsingar og færi ekki inn á smáauglýsingar út á DFF og var svona samkomulag það að fengjum kannski bara svona 50 hverju auglýsingu og gætum mögulega að lifa á því, það gekk ekki. Þannig og þegar ég var sömuleitt að stýra þessu þá fór ég að brjóta þessar reglur og að sækja inn á fasteignamarkað og eitthvað fleira. Og svo tókst mér að endurreisa það með tildulega litlu fé sem kom frá Árna Hauks og Baugi. Ég held að það verið eitthvað bara 35 milljónir held ég sem tókst að endurreisa. Og við náðum þessari stöðu þannig að við sógum til okkar eiginlega allan auglýsingamarkaðinn sem að keyrði Moggann sem var náttúrulega rosalega feit. Reksturinn var svo feitur og svo mikil yfirbygging og þeir bara hafa aldrei náð sömu stöðu aftur. Gerður þetta hugmyndafræðilegum ástæðum? Ég hef verið eiginlega bara frá því að ég var ungur maður. Varstu sósíalisti hana? Ég velti ekki fyrir mig Ég var sósíalisti þegar ég var yngri Ég var náði svona í skottið á villta vinstrinu í Kanada en ég var alltaf í baráttu við kolkrabbann. Ég er alin upp í Sovjet-Íslandi. Ég skrifaði eins og grein sem ég þetta og var að segja að það bara Sovjetið var Morgunblaðið og kolkrabbinn sem að drottnuði yfir okkur og voru einmitt með svona að kalla á þig til að segja hvort þú ætti framtíð á Íslandi eða ekki. Það er bara hryllilegt samfélag hryllilegt samfélag sem að ég ólst upp í sem að Morgunblaðið var valdaflokkurinn. Hannes Hólmsteinn, hvað heldur hann hefði verið í Sovétríkjunum? Hann hefði verið í kommunistaflokkunum. Það er bara típurnar sem hafa sogast inn í Valhöll, það eru bara sömu típurnar og voru í valdaflokknum í Mexíkó eða í Sovétríkjunum. Þetta var hryllilegt samfélag og ég var alltaf í baráttu við að reyna að brjóta þetta niður og ástæðan fyrir að Fréttablaðið fór svona ógeðslega í taugarnar á þeim að því að þegar Davíð Oddsson kemst til valda 91 þá upplifir hann sig í andstöðu við alla fjölmiðla, þessi í baráttu við alla fjölmiðla. Þá var Bylgjan og Stöð 2 voru í höndunum og Jóni Ólafssyni og einhverjum svona köllum og svo var DFF var frjálst og óháð og svo var ennþá flokksblöðin og upplýði það að ríkisútvarp verið í höndunum af vinstrimönnum eins og sjálfstæðismenn halda áfram að tala þótt að séu löngu búin að ná
ríkisstjórn undir sig. Þannig þeir fóru bara í að vinna í þessu að sannfæra hina flokkanum að leggja niður flokksblöðin sem að þeir hefðu aldrei átt að taka þátt í og gera. Að þá náttúrulega mokkin einn eftir. Þeir náðu DFF, Óli Björn og kvótapinningurinn frá Eyjum keypti DFF og þau voru komið, töldu sig verið búin að ná Jóni Ólafssyni einhvern veginn niður á hnén, þannig að það var einhverjir ríkikalla sem myndu kaupa það. Þá kom þetta fréttablaðan sem verið að dingla hérna og svo fór það á hausinn og þá voru við myndum stjórna fjölmiðlunum. En þá reis fréttablaðið upp aftur og hávaðinn sem var í kringu það, fólk sem kannski mann enn tíma getur bara rifjað upp. Það var ekki eðlileg læti. En núna samt Morgunblaðið, ég mjög ánægður með, mér finnst Mokkin standa sér best í fjölmiðlun og þeir eru með vinsælasta hlaðvarpsþáttinn sem spursmál núna, þeir eru líka með dagmál og þeir eru með Mokkan sem kemur út á hverjum deginn annars, þeir eru að sinna miklu meira fjölmiðlamennsku heldur en flestir aðrir miðlar með minna umfang. Hvernig, horfir það Mokkan sem eins og hann sé á hnjánum núna? Já, þú ert svo ungur að ég verið að fara Það segir svo ung? Nei, ég þarf að fara á fleiri áratug, 35 áratug í tíma, þá kom ég og enduristi pressuna. Pressan var svona götublað og algjört svona götublað seldi mér lausasölu, ég held að það hafi verið selt svona 9.000 eintök á viku í lausasölu og 5.000 í áskrift. Þetta var hægt á þeim tíma. Það var Gallup byrjað að mæla lesturinn á pressunni sem var svo bara algjört jaðar fyrirbrigði í íslensku samfélagi var meira heldur en á Mokkanum í dag. Þannig að staða Mokkans í dag, það ekki hægt að líkinni við það sem það var á þessu tíma. En ég tek þetta bara sem dæmi og þú manst bara, nei þú manst það kannski ekki. Manst hvernig Davíð ætlaði að setja sérstök lög til þess að stoppa fréttablaðið. Þannig að það væri bara ólöglegt að gefa það út. Ólafur Ragnar stoppaði það ekki? Ólafur Ragnar stoppaði það. Við erum að fara að ljúka þessu. Ég ætlaði reyndar að tala meira við kosningar. Þú, eins og segið, þú tala svo mikið. Það greinilega, þú ert ekki búin að vera mikið í þáttum. Ég? Já, þú heldur, ég meina það bara greinilega. Þú hefur frá svo miklu að segja. Herra, þú ert að fara í óáfengan bjór og ég veit þú drekkur ekki. Þú ert að velja með þetta tveggja einstaklinga. Ég drekki ekki óáfengan bjór, heldur þú reykar nikótínlausar sígarettur? Ekki, máttu ekki vera svona leiðilegu bindindismæður. Þú ert að fara að fá þér eitthvað með einhverjum skemmtilegum sem að fara að fá sér. Bjarni eða Sigmundur? Sigmundur, ég held að hann sé svona áhugaverðari persóna. Aha. Já, hann mörguleiti ef þú ættir að búa til svona leikrit eða eitthvað, eða skálsugu, hvort myndir hafa sem aðalpersonu Sigmund eða Bjarna. Sigmundur bara miklu, hann er eins og Kurt Vonnegut hafi skrifað hann eða eitthvað. Já. Kostuleg típa, Sigmundur. Já. Og ég ekki að meina þetta neikvægt, ég hrifinn af kostulegu típum. Brynjar Níelsson eða Jóhann Páll? Til að gera hvað? Fá eitthvað drykk? Já. Ég hefði meira verið svona, ég held að við, Brynjar, þegar hann að tala pólitík til dæmis, mér finnst hann svona stjórnmálaskóli Sjálfstæðisflokksins, en ég held að það yrði leiðilegra samtali, en ég geti talað miklu meira pólitík lengur við Jóhann Pál. Sigurður Ingi eða Inga Sæland? Til að Inga Sæland. Já. Er það? Já. Björn Leví eða Diljá Mist? Þetta eru þarna kostulega típur bæði. Diljá Mist. Þannig utanríkismálina. Þorgerður eða Bergþór? Þau eru bæði svona einhvern hátt mjög viðkunnuleg. Ég kann alltaf þekkt Þorgerði svona að tala við hana bara í marga áratugi. Ég myndi velja hana. Svandís eða Þórhildur Sunna? Svandís. Aha. Já, Svandís mjög skemmtileg mann. Hún það hendur. Ég sammála. Spönk í henni og hún er stór manneskja. Ljúkum þessu á kosningamálunum án þess að þú farir að tala Mokkan eða eitthvað eða kosningaskóla Valhallar. Þú segir þetta svo oft. Stjórnmálaskóli. Finnst þér ekki, við erum bara verður hreinskilið við mig. Finnst þér ekki litið cheap
Hvað? Að alltaf þegar eitthvað segir eitthvað sem þú ert mótfallin þá er það bara, já, nei, þetta er bara einhver stjórnmálaskóli Valhallar. Nei, sko, þetta þegar ég þarf að svara einhverjum hugmyndum sósíalisma sem að koma frá andstæðingunum okkar, þá nota ég þetta hugtak. Sko. Horfir á mig sem andstæðing? Nei, þú ert að vitna í einhverja svona, auðvitað ég vorum að lýsa sko sósíalismann sem svona farvegi fyrir frelsisbaráttu almenningskakvæmt auðvaldinu, bara 150 ár. Þú getur ímyndaðir andstöðunni sem við höfum fengið og það sem við verðum að reyna að skilgreina okkur á alls konar hátt. Og því miður erum við að koma út úr tímabilið þar sem að flesti sem ég hitta sem eru sko svona hægra megin í lífinu, koma með einhverju skilgreiningar sósíalismannum sem eru bara úr einhverju áróðusritum sko auðvaldsins sko. Það er ekkert rétt af þessu. Þú veist, ég meina, tölum bara Sovétríkin sprottu upp á sósíalískri baráttu. Já. Stórkvæð pælt í því þegar alþýðan náði völdum yfir sko keisaradæminu. Með svona frábæra árangri líka. Já, það er bara sumt fór illa, það er bara þannig. Eins og í öllum sósíalískum baráttum. Já, en ættum við ekki að horfa á það. Þú veist, það sem að þau gerðu, sósíalíski kommunistaflokkurinn, hvað var sósíalismi í þessu? Það var það að þeir byggðu upp almennt heilbrigðiskerfi, þeir byggðu yfir fólki sem var að flytja á sveitunum í borgina og formið á svona útkverfunum, blokkarútkverfunum í Vesturlöndum er bara tekið frá Sovétríkjunum. Þannig að Vesturlöndin svo vá, við verðum að gera eitthvað þannig annars gerir sko fólki uppreist líka. Kvennabaráttan, náðu miklu fljótar, náðu kannski ekki fullkomna árangri en náðu fram, konur gátu mennta sig og konur gátu verið í störfum sem var ekki bara í boði á Vesturlöndum. Allt sem þú segir sem það sé gott við sósíalisma er eitthvað sem hefur ekki komið frá pólitískum valdhöfum. Jú, þetta er ekki pólitískir valdhafar. En síðan getur sagt, hvað gerðu þeir vitlaust? Þeir tóku yfir sko leyniþjónustu keisarans sem var síðan KGB. Leyniþjónustu KGB var til áður, það var leyniþjónustu keisarans. Þeir tóku yfir sko stríðshagkerfið sem hafði verið allstar á Vesturlöndum í fyrir heimsstyrjöldinni og byggu til áætlunarbúskap sem þú veist, gagnast var olli náttúrulega hryllilegri svengd og fyrst virkaði frábærlega vel í iðnbyltingu Sovétríkjanna. En svo þegar þeir fóru að reyna að beita það á neysluvörur og landbúnað, þá lentu þeir í sko stórkostlugu tjóni. Sósíalismi virkar ekki þar? Nei, áætlunarbúskapur virkar ekki þar. Þeir voru að reyna að færa sko áætlunarbúskapinn sem er ekkert sósíalísku frekar en hvað annað, sem höfðu náð að iðnvæða Sovétríkin og reynda að flytja það yfir á matvælaframleiðslu. Og það var disaster. Er það sósíalismi? Já. Nei. Já, mér finnst það, en við erum með áætlunarbúskap hvað heitir í kaupfélagi í Skagafirði? Nú erum við bara með áætlunarbúskap fyrir. Já, sem þetta var að vera að dæma ólulegan. Hefur áhyggjur að því að vinstrið þurrkist út eins og það leggur sig? Það er hægri sveifla í heiminum. Ekki á Íslandi. Jú, hún er það líka. Nei, ég held að sé samanlagt fylgi Sjálfstæðisflokksins og Miðflokksins var hjá maskinu 26%. Þeir voru með 30% í kostingum. Allur þessi hamagangur í öllum þessum podcastum sem þú bara verið að tala með einhverja svona, þetta er bara, veistu, þetta er ekki að ná flugi, sko. Ég held að sko Miðflokkurinn hafi komið brot í vöxt þess og þeir séu bara leiðinni niður. Ég geti bara trúið að Miðflokkurinn færi bara undir 10%. Er Samfylkingin vinstriflokkur? Nei, ég myndi segja að vera Miðflokkur, sko. Miðflokkur. Miðvinstri þá? Hann er bara hægri efnaðastefna og eru með svona, ég held að þetta er svona. Þannig að við tökum Samfylkingu Viðreisn, Miðflokk, Sjálfstæðisflokk, þú segir þetta sér allt hægri flokkar, þá erum við komið með stærsta hluta landsmanna. Þannig að þú getur ekki sagt að það sé ekki hægri sveifla. Nei, það er ekki sveifla, þá ertu að tala yfir til hægri, ertu að tala að það sé þá hægri sveifla að því í heiminum, já. Já, eins og svipað og þegar Keir Starmer nær undir sig verkefnaflokknum að það sé hægri sveifla. Nei, ég myndi reyndar ekki segja það. Það er það sem að gerist í Samfylkingunni. Já, ég held bara að Kristrún sé með, ég veit ekki, ég myndi reyndar ekki kalla það hægri stefnu, en ég meina hún er náttúrulega bara með öðruvísi hugmyndir. En eins og ég segi, ef þú ert að fara að segja það að hún sé miðju hægri flokkur og þá er það augljóslega fylgi sem er búið að færast yfir til hægri, þá er þessi sveifla augljóslega komin hingað. Ég er ekki að sjá að það sé að gerast á Íslandi sem gerðist í Svíþjóð með Svíþjóðdemókrötum eða Le Pen eða í austurhluta Þýskalands með Alternative for Deutschland. Ég sé ekki, það er ekki í spílánum, sko. Ég held að þú getur bent á Inga Sæland er með svona harkalega stefnu gagnvart innflytjendum en það eru svo aðrir inn í flokknum sem eru það ekki beint, sko. Þannig að ég get ekki sagt að fylgi sem að fer til Flokks fólksins sé út af því
ég held það ekki. Og þegar fólk spurt að þessu, til þessu með flóttamannamálin, hvað mál til að vera mikilvægst að vera tekið fyrir í kosningunum, það voru 5%. Já, sjálfsögur að 5% þegar það hefur ekki, fólk með mestar áhyggjur af því, fólk hefur sjálfsögur mestar áhyggjur af efnahagsmálum og húsnæðismálum þegar verðbólgan En meðað við öll þessi podcast sem þú ert að vitna í áður, sem er búið að vera linnulaust tala eitthvað að flótta með sig að grafa undan grunnkerfunum, 5% rétt upp hendi. Hvað hérna, 5%? Ég hef búin að tala að hlusta á mikið. Ég held að mikið... séu sko 80% sem að vilja taka út dauðarefsingu. Já, það á Íslandi? Já, ég gerði með svona könnun að því í pressunni. Inngilding er eitthvað svona hugtak sem að vera mjög mikið talað í Svíþjóð og öðrum stöðum, þar sem að, sko ég held að bara aðalbreytan í þessu er ekki endilega innflytjendur heldur menningarlegan mun. Það er bara eitthvað sem að fólk vill ekki ræða. Ég hef heyrt því orðið til með islamafóbía sem að er náttúrulega að mínum mati bara eitthvað ríki augun á fólki sko, til þess að tala raunverulega vandamál og fólk var að tala árið 2005, 2010 var mikið að tala hérna inngildingu, þurfum bara að snúa inngildingu. Það sem að stjórnmálamenn þurfa að svara mínum mati í sambandi við þessi mál er hvað eru við að gera öðruvísi til þess að búa þannig hnútana við sem raunverulega inngildingu. Núna er til eins og hérna lögreglustjórinn í Berlín var að fjalla það að samkynhneigðir og gyðingar ætti að passa sig á því að vera ekki bersýnilega samkynhneigðir eða gyðingar út í ákveðnum á ákveðnum svæðum. Það er vitnisburður það að inngilding hefur bara farið algjörlega forgörðum. Sama gildir eins og Suður Frakklandi, þar sem að vinur minn sinnir herlögregluþjónustu, herlögreglan á ekki að vera þar en hún eftir að þarf að vera þar út af því að inngilding hefur ekki virkað. Það er bara raunverulega vandamál sem að snúa að þessu og við einhvern veginn ætlum að stinga höfðinu sætum og segja nei, þetta gerir ekki hérna út af því við erum með svo góða inngildingastefnu sem reyndar allir ætlaðu að vera með en það hefur ekki virkað. Við erum ekki með hana, við koma hingað innflytjendur og flóttafólk og sérstaklega boðið hingað en stjórnvöld byggja ekki svona húsnæði fyrir þetta fólk. Þannig að við erum bara með enga stefnu sko. Það er bara verið engin stefna. Þannig að það verið húsnæði þá myndi inngildingastefna virka. Ég er bara að taka dæmi að sko, fyrirhyggjuleysið er algjört á stjórnvöldum. Vegna þess að þau líklega trúa því að það sé ekki hlutverk ríkisins að byggja upp gott samfélag, heldur eigi það bara að gerast eitthvað óvart. Ég var að tala við Íslending sem býr í Berlín, hann er stjórnmálafræðingur og konan hans er brún, það er ekki með vestrænt útlit. Þau þurfa að fljúa til Berlín, það geta ekki keyrt í gegn, þau þurfa að keyra í gegnum svæði alternative fyrir Deutschland, það þau verða fyrir aðkasti á bensinstöðvum. Þetta er bara hryllilegt ástand í Evrópu. Ég er bara hjartanlega sammálaður. Og við verðum að taka þetta alvarlega og við höfum að taka þetta alvarlega hér að við höfum ekki að búa til stéttamun við höfum ekki missa samfélagi. Þess vegna er þetta svo mikilvægt sem við höfum að tala og þess vegna höfum við að vísa í söguna hvernig okkur tókst að byggja upp grunnkerfi samfélagsins. Við höfum að fara í bara nation building og við höfum að gera þetta hverju fullri alvöru. Við höfum að byggja yfir 65 að það var sett 1% launaskattur til þess að byggja, til þess að fjármagna húsnæðisuppbygginguna sem var meðal annars í Breiðholti. Síðan var það kerfið bara hendi, en launaskattur er ennþá tekinn, það var notað til þess að lækka skatta á hinn ríku líklega. Í dag var þetta 23 milljarðar sem að væri teknir árlega. Það var ákvörðun sem var tekið 65 til þess að eyða húsnæðisvandanum. Og ef að verkamannabústaðakerfið hefði ekki verið eyðilagt, þá voru 11.000 íbúðir í því þegar það var eyðilagt. Þá var það líklega svona 23.000 íbúðir sem er inn í kerfinu núna, kannski 60-65.000 manns sem að byggja í ódýru og öruggu húsnæði. Þetta eru kerfin sem að foreldrakynslóð okkar og afar okkur ömmur byggðu upp til þess að hér væri gott samfélag. Það er alltaf verið að segja okkur fyrir nú að nei, þetta er ekki hægt heldur á markaðurinn að gera þetta, hann er ekki að gera þetta. Það eru óseldar íbúðir, einhverja lúxusíbúðir upp eftir öllu það sem að borgarlínan á að liggja, selst ekki neitt. Samt er fólk sem að býr í iðnaðarhúsnæði og þetta er bara rugl. Af hverju eru við þarna? Af hverju gerum við þetta ekki bara almennilega? Já. Og hver er lykillinn að gera þetta almennilega? Hvað gerðu við best á síðustu öld? Það voru kröfurinn að sósíalísku verkalýðsbáratu. Já. Og passa upp á það að enga aðilar hafa nægilega mikið svigrúm til þess að athafna sig. Hvað felst í því? Á það að vera þannig að sko samir getur bara vaðið og keypt sjóa og Nei, Eimskip? þetta snýst bara það að fólk hafi frelsi til þess að athafna sig á þann máta án þess að það sé skattpínt til dauða. Það er bara þannig. Hver skattpínir fólk til dauða? Hver tekur matinn af þeim sem á ekki fyrir mat út mánuðin? Ríkið. Það er Sjálfstæðisflokkurinn.
Já, sjálfstæðsflokkurinn og það er sá sem að skattpínir Valhallarskólinn, þetta er Þú veist, það er ekki hægt að skattpína Þorstein Má til dauða, hann á svo mikið penning, en það er hægt að skattpína öryrkjan og lágtekjufólki til dauða, og hver gerir það? Það er sjálfstæðsflokkurinn, og það er skattastefnan Íframsóknar sem gerir það. Það er gott að við séum sammála það, ríkið sem vandamálið. Gunnar Smári, kóngur öræðana, gangi. Ég endaði þetta heldur líka eins og þá varst þú einmitt að fuss og sveigi við því að vera að skella það. En ég, já. Það er gaman að koma til þín. Sömuleiðis, það var gott að minna og gangi vel. Takk fyrir þitt starf, það er ekki eðlilega, það er ekki sjálfsagt að einhver takið þetta að sér að standa fyrir svona podcast eins og þú gerir. Þakka að kella fyrir það er mjög gaman að heyra. Sömuleiðis.